628. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem haldinn í Hljómahöll þriðjudaginn, ekki 15. mars 2022 klukkan 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Margrét Sanders, Styrmir Gauti Fjellsteð, Trausti Arngrímsson og Guðbrandur Einarsson, ásamt Kjartanum og Kjartansinni bæjarstjóra og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritari fundargerða. Hér eru ekki mættir 2 bæjarfulltrúar, við verðum að sjá til hvort þeir komi ekki inn á fund. Það eru 5 mál á dagskrá þessa fundar, en þau eru Númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 3. og 10. mars. Númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. mars. Númer 3 fundargerð barnavarnanefndar frá 28. febrúar. Númer 4 fundargerð lýðheilsuráðs frá 8. mars. Og númer 5 fundargerð velferðarráðs frá 9. mars. Og geta bæjarfulltrúar, ég ætlaði mér hér í upphafi fundar að lesa upp ályktun og fá hana afgreidda áður en að verði gengið til annarra dagskrár, en ég tel rétt að bíða með það þar til að við sjáum hvort að þeir bæjarfulltrúar sem ekki eru komnir mæta til fundar. Þannig að ég byrja á því að gefa orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 3. og 10. mars síðastliðinn. Orðið laust. Friðjón Einarsson gerir svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langar að fara henni við nokkra atriði í fundargerðum bæjarráðs, bæði 3. mars og 10. mars. Fyrsta sem ég langar að nefna er 3. mál, 3. mars. Það er Myllubakaskóli. Við fórum og bæjarráð fór og heimsótti Myllubakaskóla og verður að segjast að eins og að þetta var mjög fróðlegt og áhugavert að skoða skólann og það framkvæmdir sem þar hafi verið og hitta starfsmenn. Mjög áhugavert, en ljóst að samt margt eftir ógert og á næstu viku munu þær breytingar sem fyrirhugaðar að fara í verða kynntar hérna í bæjarstjórn, útboð á ýmsum verkþáttum og hvernig verður horft til framtíðar. En það er ljóst að það hefur verið unnið þarna mjög vel og markvisst. Og ég nota tækifærið til að þakka öllum starfsmönnum Myllubakaskóla sem og starfsmönnum á umhverfissviði sem hafa staðið í þessu verkefni. Það hefur verið alveg til sóma hvernig það hefur verið og sérstaklega hvað starfsmenn Myllubakaskóla og nemendur hafa tekið þessu vel öllu saman, alveg til fyrirmyndar. Þetta er ekki alveg sjálfgefið að hlutirnir gangi vel upp og jákvæðnin sem ríkir hjá starfsfólki og nemendum er virkilega til fyrirmyndar, þannig ég vil hrósa þeim. Annað var það nú ekki sem ég ætlaði að nefna hérna í þessari fundargerð, annað en það að loksins við höfum hafið viðræðu eða skoðun á því að kaupa eða leigja hugsanlega fara í viðræðu við ríkið, hugsanlega kaupa á landi ríkisins í Reykjanesbæ. Mjög áhugavert og gaman að sjá hvernig það þróast, en fremur erum við líka að skoða hugsanlega kaup á landi meðal annars í Höfnum. Þetta er eitthvað sem við verum að horfa til langrar framtíðar og það verður spennandi að fylgjast með því hvernig það þróast. En að sjálfsögðu viljum við reyna að eignast allt það land sem við getum komist yfir innan sveitarfélagsins, meðal annars í því skyni að lækka lóðarleigu og svona jafna hlut íbúa sveitarfélagsins. 10. mars á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar kynnti Regína Guðmundsdóttir fjármálastjóri drög að uppgjöri sem ekki er alveg tilbúið, en það er ljóst að síðast ár fór mun betur heldur en á horfðist og þannig að við mögum svona vera kannski sátt með það, að því að ekki leiti þetta vel út í byrjun árs, en þetta er eitthvað sem verður kynnt nánar í apríl þegar ársreikningurinn
verður lagður fram. Nú annars ég vildi nefna hérna eru almenningssamgöngur en í bæjarráði síðast var samþykkt að framlengja samning við Bus for You meðal annars vegna þess að nú eru komnir rafmagnsstrætóar til fyrirtækisins og við höfum mikinn áhuga að skoða það til framtíðar að hafa hér vistvænar samgöngur, almenningssamgöngur og það er heimild í þessum samningi við Bus for You að framlengja samningin og til 2 ára og var það samhliða að gera það. Þetta verður mjög spennandi að sjá hvernig það þróast og verður virkilega áhugavert hvort að svona strætóar, hvernig gengum við þá hérna. Það hætti náttúrulega, ef við nú trúum því að það er ganga vel upp, þrátt fyrir svona erfiða vetur eins og er búin að vera í vetur. En annað sem ég langar að nefna hérna er síðan 11. mál, það er langar með að nefna samræmd móttaka flóttafólks og menntun barna. En á fund bæjarráðs kom Hera Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs og Helgi Arnarsson, sviðsstjóri frelsissviðs, kom á fundinn þar sem óskað var eftir heimild til að ráða tímabundið í stöðugildi til unnt verði að sinna þjónustu í samræmi við þjónustusamningu móttöku, aðstoð og þjónustu við flóttafólk til að bregðast við auknum flóttamannastraumi frá Úkraínu. Gert er ráð fyrir að ráða 3 starfsmenn tímabundið í þetta verkefni. Ég vil bara þakka bæjarráði fyrir að standa svona vel að þessu. Það voru allir sem tóku undir þetta í bæjarráði. Þetta mál kom seint inn en ég vil bara þakka fyrir samvinnuna í þessu og hrósa ykkur í bæjarráði að heimila að taka þetta inn á fundinn sem og að samþykkja þetta erindi og svo á eftir að koma í ljós auðvitað hvernig þetta mál þróast, hvernig það verður. En takk fyrir það. Takk fyrir það. Ég vil nú byrjaði að bjóða þá bæjarfulltrúa velkomna til fundarins sem eru núna komnir og gefa orðið laust fundargerð bæjarráðs ef einhver vill tjá sig. Svo virðist ekki vera. Þeir sem samþykkt geta fundargerð bæjarráðs frá 3. og 10. mars eru beðin að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11.0 og áður en að ég fer í fundargerð, eða lið númer 2, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, þá vill forseti lesa upp ályktun sem að send var öllum bæjarfulltrúum og ég tel rétt að við afgreiðum hana hér með sérstakri afgreiðslu. En ályktunin er svohljóðandi, ályktun 16. mars 2022. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar tekur einróma undir yfirlýsingu Evrópusamtaka sveitarfélaga og fordæmir harðlega innrás Rússlands í Úkraínu og lýsir yfir fullum stuðningi við úkraínsku þjóðina. Síðan er hér linkur á þessa yfirlýsingu frá Evrópusamtökunum sem fylgir með í ályktuninni. Reykjanesbær er eitt þeirra sveitarfélaga sem er skráð í samstöðuverkefni Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna sem kallast With Refugees og hefur verið í fararbroddi varðandi þjónustu við flóttafólk frá árinu 2004. Sveitarfélagið mun leitast við að styrkja þá þjónustu enn frekar til að mæta þeim aukna fjölda úkraínumanna sem hingað munu leita vegna þeirra hörmunga sem nú dynja yfir. Bæjarstjórn hvetur önnur sveitarfélög á Íslandi til að gera slíkt hið sama og lýsir yfir vilja til að deila reynslu sinni og veita þeim faglegan stuðning við uppbyggingu þjónustunnar. Ég vil þá áður en að við berum þetta upp til afgreiðslu gefa orðið laust þessa ályktun. Það er enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkt geta þessa ályktun eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0. Takk fyrir þetta og getur bæjarfulltrúa. En þá er komið að lið númer 2
2 sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. mars og þar eru að venju mál sem þarf að afgreiða sérstaklega og þau eru 2 í þetta skipti. Það er mál númer 4 sem er undir yfirskriftinni deiliskipulag við Kalmárstjörn, Nesvegur 50. Orðið er laust þennan lið. Það er enginn sem ökkar eftir að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 4 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur 11.0 og þá er það liður númer 6 Iðavellir 1 og þar er að ræða stækkun. Orðið er laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 6 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur 11.0 og þá er það, gef ég orðið laust fundagerðina að öðru leyti. Friðjón Einarsson gerð svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að óska eftir því að mál 2 í þessari fundagerð, þar að segja Dalhverfi 3 lóðaumsóknir. Þar er talað undirbúning úthlutunar suðurhluta Dalshverfi 3. áfanga. Þetta er seinni hlutin sem að mér minnar er í kringum 140 einingar. Ég vil leggja það fram til forseta að þessu máli verið vísað í bæjarráð. Og ástæðan fyrir ég legg það til er að þarna þarf að ræða eins nánar útfærslu á þessari úthlutun, hvernig við munum úthluta þessu verkefni og ekki síður hversu mikið við munum hugsanlega úthluta þessu til óhagnaðardrifna leigufélaga. Þannig að ég óska því að þessu máli verið vísað til bæjarráðs, máli 2 í fundagerðinni. Lóðumsóknir, Dalshverfi. Orðið er laust. Hvað er það? Já, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem samþykkt geta það að vísa lið númer 2 til bæjarráðs eru þá beðin að gefa merki. Og það er samþykkt 11.0 og þá ber ég fundagerðina að öðru leyti. Þeir sem samþykkt geta fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að lið númer 3 sem er fundagerð barnaverndarnefndar frá 28. febrúar. Díana Hilmarsdóttir gerði svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hér upp undir máli 5 sem er starfsáætlun barnaverndar fyrir árið 2022. Það er mjög flott og metnaðarfull starfsáætlun sem er lögð fram af starfsmönnum barnaverndar fyrir árið í ár. Og mér langar líka að segja frá ánægju innan barnaverndar með þessi 2 auknu stöðugildi sem eru komin þar inn sem ekki var vanþörf á. Starfsmenn þar finna nú þegar fyrir því á góðan hátt en að sjálfsögðu tekur tíma að vinda ofan af kúpnum sem upp var komin í barnavernd. Við þurfum einnig að vera á tánum og bregðast hratt við ef eitthvað gerist og þar kem ég að máli 6 sem eru tilkynningar í janúar síðastliðnum. En það er mér áhyggjuefni hvað tilkynningar er snúað ofbeldi og neyslu ungmenna eru að aukast og ég velti fyrir mér hvernig megi bregðast við því. Ég tel að einn af mikilvægum þáttum þar sé samstarf á milli skóla og barnaverndar, það er fræðslusviðs og velferðarsviðs og eftir samræði við stjórnendur í skólum í gegnum árin kemur skýrt fram þörfin á að hafa félagsráðgjafa í skólum bæjarins til þess að geta verið tengiliður á milli sviða sem og fjölskyldur. Það er þessi þverfaglega samvinna sem að skiptir svo gríðarlega miklu máli sem og snemmtæk íhlutun að geta brugðist við áður en að vandinn verður að snjóbolta sem að stækkar og stækkar. Og mér langar líka að nota tækifærið og hrósa frábæru börnunum og ungmennunum sem tóku þátt í forkeppni Dans World Cup á sunnudaginn í Borgarleikhúsinu. Þau eru ævidanskompani og það er ekki hægt að segja annað en að þau hafi mætt og gjörsamlega stolið senunni. Og það er því stór hópur frá þeim sem eru á leið til Spánar í sumar að keppa á heimsmeistaramóti Dance World Cup og bara mér langar að óska
þessum frábæru börnum og ungmennum sem og starfsfólki Danskompani til hamingju með frábæran árangur og gangi ykkur vel. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri hvað sé hljós undir þessum lið en Margrét Þórólfsdóttir gerði svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, mig langar að taka hér undir mál Díönu. Ég fagna þessu og það sem er að gerast núna í barnavernd er bara alveg stórkostlegir hlutir og við erum að vinna alveg frábærlega gott starf og ég er búin að berjast fyrir því og eins og allir vita ef þið fara í bókanir hér aftur í tíman þá eru þið búin að sjá það að ég er búin að berjast fyrir því að auka stöðugildi í barnavernd. Ég fagna því að þetta loksins komið til og við erum bara að halda mjög vel á spöðunum og það eru áhyggjutíma framundan en ég sé fram að við getum staðið við það sem við ætlum að fara að gera og við eigum eftir að vinna vel að því það sem við erum að gera. Þannig að ég bara fagna þessu og ég tek undir með Díönu og ég ætla að vona bara að við eigum eftir að sjá fram á betri tíma hvað varðar þessi mál. Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessu lið. En fundargerð barnaverndarnefndar er ekki til sérstakrar afgreiðslu hér. Þannig að við förum í næsta lið sem er fundargerð lýðheilsuráðs frá 8. mars. Díana Hilmarsdóttir, gerðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar aðeins að fjalla fundargerð lýðheilsuráðs frá 8. mars síðastliðnum. Undir máli 1 þá kom tillaga félagsstarf eldri borgara frá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði og mitt innlegg í þá umræðu var að kortleggja þá þjónustu sem nú þegar er í boði því það er heilmargt á boðstólnum. Það er mikilvægt að vera með heildarmyndina áður en að tillögur eru settar fram. Kannski kemur í ljós að það er nóg fyrir stafni hér í bæ en þarf að koma því betur út í kosmosin til eldri borgarana. Mögulega þarf að auka samstarf milli Nesvalla, Íþrótta- og tómstundaráðs, IRB og fleiri sem koma að félagsstarfi eldri borgara. Ásdís Ragnar lýðheilsufulltrúi fékk það verkefni að taka saman það sem í boði er fyrir næsta fund hjá ráðinu. Við verðum líka að hafa það í huga að við erum ólík eins og við erum mörg. Það eru ólíkir hlutir sem henta okkur. Einhverjir eru meiri félagsverur en aðrir og sækja í slíkt á meðan aðrir kjósa að vera í kringum sér nánasta kjarna og enn aðrir sem eru bara á engan veg félagsverur og kjósa einveruna. Og það er eitthvað sem þarf að virða líka. Mér langar að hvetja fólk á öllum aldri til að skoða vefinn frístundi.is og sjá hvaða frístundastarf er í boði á Suðurnesjum fyrir alla aldurshópa. Það geta allir auglýstar inni sem eru að bjóða upp á eitthvað tómstunda- og frístundatengt fyrir alla aldurshópa. Til dæmis minn vinnustæði myndi bjóða upp opin fyrirlestur fyrir íbúa, þá hef ég samband við Hafþór Íþrótta- og tómstundafulltrúa og hann setur þann á vefinn fyrir íbúa að sjá. Undir máli 2 þá kom Guðrún Karlsdóttir hjúkrunarfræðingur á HSS og kynnti fyrir okkur heilsueflandi móttöku sem er hugmyndafræði sem byggir á heildrænni nálgun og byggir á annars og þriðja stigs forvörnum. Verkefnin eru mýmörg. Ósmitbæri sjúkdómar eru að aukast hlutfallslega, lífstíltengdir sjúkdómar eins og offita og fullorðinssykursýki eru einnig að aukast og svo er líftími okkar mannfólksins alltaf að lengjast sem betur fer. Í heilsueflandi móttöku að ræða 3 teymi. 2 þeirra eru ný sem opnuðu í byrjun árs 2021. Annan nýju teymana er heilsuvernd aldraðra og 50-60 manns eru búin að fá einhvers konar þjónustu þar. Heilsuvernd aldraðra er aðalega að hugsa fyrir fólk sem er ekki með þjónustu heim og vantar smá aðhald og tengingu. Hitt nýja teymið er lífstílsmóttaka þar sem á milli 70-80 manns fá þjónustu í dag. Þar er hugsunin ekki átak heldur breyting og lífstíl. En hollur lífstíl er forvörð fyrir svo margt, til dæmis stoðkerfisvanda, krabbamein og marga aðra sjúkdóma. Og svo er það sykursýkismóttakan sem ekki er ný af nálinni og ef mig minnir rétt þá eru yfir 1000 manns þar í einhvers konar þjónustu. Hafþór Íþrótta- og tómstundafulltrúi kom
inn á fundinn og skautaði hratt yfir það framboð og þær tómstundir sem í boði fyrir börn og eldri borgara. Hann fór yfir hvatagreiðslur og nýtingu á þeim. Reykjanesbær er með 56% nýtingu á þeim á meðan að flest önnur sveitarfélög eru í 63–64%. Og líklegt er að ástæðan fyrir því hve há prósenta hjá okkur eru íbúar af erlendum uppruna. Hafþór fór yfir frístundaaksturinn sem fór brösulega af stað í fyrra en gengur mjög vel núna og hann fór einnig yfir vefinn frístundi.is sem ég minntist á áðan undir fundargerð lýðheilsuráð. Takk. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég kem undir fundargerð lýðheilsuráðs, mál 1 á dagskrá. Það var tillaga frá mér félagsstarf eldri borgara. Ég lagði til að við myndum efla tómstundir og íþróttir fyrir og bara félagsstarf almennt fyrir eldri borgara í Reykjanesbæ. Og ég vil kannski taka fram að þessi frábæri vefur sem við erum með, sem heitir frístundur.is, það tekur bara tíma fyrir svona alla íbúa að átta sig á því að þarna er öll þjónusta, hún er fyrir öll suðin sinn, þetta er fyrir öll sveitafélögin. Það tekur bara tíma að venjast, alveg svo við erum að nýkoma með nýjan vef í lofti núna Reykjanesbæ og Reykjanesið. Það tekur bara marga mánuði, jafnvel ár eða meira. Og svo erum við náttúrulega alltaf að fá nýja íbúa í bæinn okkar, þannig að þeir vita kannski ekki heldur af vefnum til að byrja með. En það er þannig að með eldra fólk sem að er kannski ekki allir búin að stökkva inn í nútíma tæknina og eru bara í tölvunum á hverjum degi og skoða einhverja vefi eins og unga fólkið, að þau vilja kannski frekar fá eitthvað á brefi inn úr lúguna og fara kannski frekar eftir því eða ég vil geyma það og auglýsingar og annað sem að við kannski hendum bara í ruslið. En það er kannski eins og kom fram hérna áðan, gott að skoða hvað er Reykjanes bara að bjóða upp á fyrir fólk sem er kannski búin að minnka við sér vinnu og er jafnvel hætt að vinna. Það er ýmislegt í boði, en það er kannski ekki nægilega vel auglýst hjá okkur. Þannig að við tókum góða umræðu í lýðheilsuráði og lýðheilsufulltrúi okkar ætlar að kanna allt sem er í boði, taka það saman og við skoðum þá jafnvel að mögulega á þessu ári, jafnvel bara með vorinu, að setja þetta saman kannski í góðan bækling ef við eigum smá pening til þess að senda í pósti, jafnvel til 67 ára eldri, eða dreifa því á ákveðna staði. Við allavega ætlum að kortleggja það sem er í boði í bænum eins og er. Svo fengum við þennan góða gest frá HSS, Guðrúnu hjúkrunarfræðing. Ég verð bara að hrósa Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fyrir ótrúlega mikilvægar og góðar nýjar deildir sem eru bara í rauninni ekkert mikið auglýstar. Og eins og kom fram áðan í máli Díönu bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins að það eru komin yfir 1000 manns á sykursýkisdeildina og það eru nokkrir tugir, ekki 100, en nokkrir tugir komnir í aðra deild sem fyrir fólk sem lifir með offitu og það er komið biðlisti og það er mjög góð þáttaka í heilsueflandi móttöku fyrir eldri íbúa. Það er sérst 3. deildin í þessari heilsueflandi móttöku hjá þeim og þetta er virkilega jákvætt á HSS og margir sem er eftir að nýta sér þessa þjónustu. Þetta var mjög góð umræða og mjög góð gestur. Og svo að lokum þá kom annar gestur til okkar, Hafþór Birgis, og fór yfir íþróttir barna og ungmenna í bænum og það var sérstaklega góð umræða þar sem að við erum að rýna í rannsóknir á hverju ári að sjá það að börn og ungmenni í Reykjanesbæ, þau eru mikið og mörg að æfa 3 til 5 sinnum í viku en það vantar stóran hóp sem æfir kannski 2 til 4 sinnum í viku. Þannig við þurfum að fá fleiri börn til þess að taka þátt í íþróttum. Við þurfum ekki endilega að fá fleiri börn sem að æfa 6 sinnum í viku, við þurfum bara að fá fleiri börn til þess að stunda einhverja íþróttir og tómstundir í okkar bæ. Og að lokum þá var erindi frestað sem var, ætluðum að fara, bara náðum ekki þegar þetta voru góði gestur og mikla umræður. Erindinu var frestað sem heitir heilsutengdir viðburðir. Mér langaði bara að nefna það að lýðheilsuráð ákvað áramótin að vera með rafrænan heilsutengda viðburð í hverju mánuði og akkurat í kvöld klukkan 8 er frábær rafræn viðburður með doktor Erlu Björnsdóttur, sálfræðing
og þar mun hún halda góða fræðslu mikilvægi svefns, svo ég hvet ykkur til að kíkja á það í kvöld. Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri hvað sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 4 eru beðin að gefa merki og hann samþykktur 11-0 og þá getur bæjarfulltrúar að koma með að síðasta lið þessa fundar sem er fundargerð velferðarráðs frá 9. mars og þar inni eru nokkur mál, meðal annars mál sem að bæjarráð óskaði eftir að velferðarráði tæki til athugunar og inn í lið nr. 2 þetta varðar atvinnuleitendur með skerta starfsgetu. Þarna leggur velferðarráð til að skipaður verði starfshópur til að skoða hvort Reykjanesbær geti auki samvinnu við Vinnumálastofnun vegna atvinnuleitenda með skerta starfsgetu. Og þarna telur forseti eðlilegt að þessu verði vísað til bæjarráðs til þá frekari vinnslu. Við þurfum þá að skoða það hvort að við teljum rétt að skipa svona stýrihóp og þá að gera einhverja tillögu að hverjir sitji í þeim hópi í framhaldinu. Þannig að til að forseta þá að við vísum lið nr. 2 til bæjarráðs til frekari skoðunar. Vill einhver tjá sig það? Nei, þá vil ég biðja fólk að afgreiða þetta með því að rétta upp hendi eða hvað sem að fólk vil gera. Þetta er samþykkt 11-0 og þá ætla ég að gefa orði laust fundargerðina. Gunni Birna, þessi fundargerð auðvitað lituð af því ástandi sem að við erum að upplifa þessa dagana, að það sé komið stríð nálægt okkur og við erum að sjá hörmungar þess í fjölmiðlum þessa dagana, miklar hörmungar sem eiga sér stað og við erum auðvitað bara að undirbyggja það að veita þá aðstoð sem að við getum veitt í framhaldinu, en Gunni Birna gerir svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðu gestir. Já, mér langar að fá að fara yfir fundargerð velferðarráðs frá 9. mars síðastliðnum með okkur. Þetta var stór og mikill fundur, ég held við enda í tæpum 4 tímum, enda mikið og margt merkilegt að ræða. Nú undir lið 1, þegar kemur á barnvænu sveitafélagi, verkefni sem hefur verið í allavega minni mig undanfarin 2 ár, ef mér minnir rétt, að þá fengum við verkefnastjóra Hjört Magnar Sigurðsson inn á fund til okkar þar sem að hann kynnti fyrir okkur tillögu að barnvænu hagsmunamati út frá réttindum og velferðum barna og leggur til og mun gera það í kjölfarið að slíkt mat verði tekið upp hjá öllum sviðum, ráðum, nefndum og stofnunum Reykjanesbæjar. Þetta mat eða þessi gáðlisti á að tryggja það að hagsmuni barna séu metnir áður en ákvarðanir eru teknar sem geta snert börn og haft áhrif á líf þeirra. Og við ræddum þetta mjög vel og Hjörtur Magnar kom með tillögur að slíkum gáðlistum, en þá snýr þetta að því að börn geta haft áhrif á sitt nærumhverfi, til að mynda samgöngur, skólamál, lýðheilsumál, þannig að þau geta skýrt frá sinni skoðun. Það mun að sjálfsögðu ekki koma í veg fyrir ákvörðunarrétt foreldra neitt slíkt, en þetta er að hafa börn með í ráðum ákvarðanir sem snerta þau. Þannig að þetta er mjög mikilvægt og flott tæki og verður kynnt í kjölfarið. Nú við tókum upp að beiðni bæjarráðs lið 2 atvinnuleitendur með skerta starfsgetu. Við fengum erindi einnig frá Vinnumálastofnun þar sem að við fengum fræðslu það að í dag eru 50 manns með vinnu á samningi hjá Vinnumálastofnun en 64 eru á biðlista. Og þetta er fólk sem er að bíða eftir að fá atvinnutækifæri. Og Vinnumálastofnun er með endurgreiðslusamning í gangi
þar að segja endurgreiðslu hlutfall 75% fyrstu 2 ár í starfi, þannig að það er fyrirtækjum í hag að ráða til sín fólk með skerta starfsgetu og viljum við endilega hvetja fólk til þess. Það er svolítið ankannalegt að sjá þessa tölur þegar maður skoðar vinnuvef eins og Alfreð, þar sem eru 1100 störf í boði og 64 á svæðinu sem fá ekki störf við sitt hæfi. Þannig að þess vegna ákváðum við að leita til Bæjarráðs að skipa þennan stýrihóp út af því að eftir að hafa unni með atvinnumálafulltrúanum okkar sem að fór svolítið svona hands-on og leiddi fólki í starfsviðtöl og sá algjörlega þau. Við minnir án að við náðum 80 manns í störf hjá okkur, að við erum algjörlega búin að sjá að þetta er leiðin. Þannig að við þurfum að finna upp hóp sem getur stýrt þessu verkefni og komið þessum 64 aðilum í virkni hjá okkur. Og þetta er sorglegt að heyra og hvetja fyrirtæki að taka vel á móti stýrihópnum þegar hann hefur verið myndaður. Nú, við ræddum undir lið 3, samræmd móttaka flóttafólks og menntun barna. Og ástæðan fyrir að þetta var tekið upp var að í samningnum frá ríkinu var ekki gert ráð fyrir fjármagni í menntun, tómstundir og leikskólagjöld fyrir börn. Og hjá Reykjanesbæ frá 2019 til 2021 erum við samtals með 56 börn. Þannig að börnum með flóttamannabakgrunn hefur fjölgað mikið í leik- og grunnskólum hjá okkur undanfarin ár og þau munu halda áfram að fjölga. Reykjavíkurborg, Hafnarfjörður og Reykjanesbær þjónusta fólki leita alþjóðlegri vernd og nú eru 130 börn í þessari stöðu. Þannig að við tókum þetta upp og gerðum eins og forseti kom inn á áðan, báðum tímabundin stöðugildi til þess að sinna þjónustu við þennan hóp. Þannig að því ber að fagna og vil ég þakka Bæjarráð fyrir að taka vel í þetta erindi út af því að staðan er ekki góð, það er stríð í heiminum okkar og við erum að sjá mikinn fjölda af fólki koma til Íslands. Ég er með þær tölur hérna einhvers staðar. Frá 1. til 8. mars hafa komið til Íslands 88 einstaklingar frá Úkraínu. Þetta er bæði fólk frá Úkraínu sem á fólk á ættingi á Íslandi og einnig aðri sem eru það ekki. Það er komið óvissustig hér á flugvöllin okkar út af þessum aðstæðum og við höfum von á mörgum í viðbót núna á næstu dögum og vikum. Þannig að þetta er það sem við þurfum að taka á móti og það er bara mjög ánægilegt að sjá að við erum komið stöðugildi í þetta verkefni. Þetta eru mestmegnis konur og börn sem eru að leita til okkar. Þannig að við erum, eins og forseti kom inn á áðan, tilbúin að aðstoða önnur sveitarfélög. Við höfum lengi vel verið 3 sveitarfélög sem hafa tekið á móti flóttafólki sem eru að sækja um alþjóðlega vernd. En nú hafa Akureyri og Árborg bæst við og sem betur fer hafa fleiri sveitarfélög, félagasamtök, stofnanir, ýmiss konar samtök tekið vel í að annaðhvort hýsa stríðshrjáða flóttamenn eða aðstoða á öðru leyti og því ber að þakka fyrir. Nú, undir liði 7 ræddum við Brynju hússjóð og það verkefni er komið á flug sem betur fer þar sem við ætlum að byggja íbúðir fyrir fatlað fólk hérna á Stafnvöllum og þetta er verkefni sem við höfum verið allt of lengi að skoða en sem betur fer þetta komið vel að stað. Nú varðandi fjárhagsaðstoð og sérstakan húsnæðisstuðning fara tölurnar hækkandi milli ára eins og þið sjáið, kæru bæjarfulltrúar, og þetta er eitthvað sem við þurfum að rýna í og við höfum áhyggjur af þessu í ljósi allra þessa starfa sem eru laus, sumar framundan og við erum að sjá þennan rosalega fjölgun á fólki á fjárhagsaðstoð. Þetta er líka af miklu megni
fólk sem er nýkomið vernd hjá okkur sem við þurfum að koma í virkni og við þurfum að fylgja þeim eftir þannig að þau komist í virkni og einhver úrræði. Og líka það sem við þurfum að huga að er getum við boðið einhverjum stuttanvinnudag, ekki 12 tíma vaktavinnu upp á flugvelli eða hvað það er, en við þurfum svolítið að rýna í þennan hóp sérstaklega og það er eitthvað sem við þurfum að horfa í. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Margrét Sandís Geirsdal. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Mig langar að ræða hérna það mál sem var í velferðarráði varðandi samræmda móttöku flóttafólks og menntun barna. Og þetta er auðvitað alvarlegt ástand og við stöndum heils hugar við það bókun sem kom fram varðandi flóttafólki frá Úkraínu og einhverjir vilja meina að við Íslendingar séum að taka mun betur á móti þeim heldur en öðrum og er ég algjörlega ósammála því. Það eru sérstakar aðstæður þrátt fyrir stríðhrjáða staði aðra að þá er þetta einstakur viðburður og við sjáum það líka á viðbrögðum hér á Íslandi. En af hverju kem ég þá hér upp, búin að samþykkja þessa bókun og stend heils hugar með henni og tel að við í Reykjanesbæ erum í kjörstöðu við að aðstoða önnur sveitarfélög varðandi móttöku annara sveitarfélaga. Það sem ég langar bara að leggja áherslu á, það er það að það er búið að vera þannig eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Guðný Birnu að það hafa verið 3 sveitarfélög sem hafa verið tilbúin að taka á móti fólki sem er að sækja alþjóðlega vernd. Það hafa verið Reykjanesbær, Hafnarfjörður og Reykjavík. Og hlutfallslega hefur Reykjanesbær tekið á móti gríðarlegum fjölda, svo mörgum að innviðirnir eru sprungnir og það hefur ekki fundið og það var einmitt mjög gott hjá velferðarráði að fjalla það og fara vel yfir varðandi skóla og fleira. Það sem að og ástæðan þess að ég sá mig knúna að koma hérna upp, þessi málsgrein í fundargerðinni sem kemur hérna fram að töluverð aukning hefur orðið á fjölda flóttafólks í þjónustu hjá Reykjanesbæ umfram forsendur þjónustusamning við félagsmálaráðuneytið og þá hugsa margir heima, allir sem eru að hlusta, að það sé vegna Úkraínu. Nei, mig langar að halda áfram með leyfi forseta með málsgreinina, auk þess sem fyrirsjáanlegt er að töluverður fjöldi fólkafólks komi frá Úkraínu á næstunni. Þannig að þetta er staða sem við erum búin að gagnrýna í mörg ár varðandi flóttafólkið og ekki bara flóttafólkið eða fólk sem er að sækja alþjóðlega vernd. Og það sem að mig langar að komi fram hér þar sem að mörg sveitarfélög stíga fram núna, eru tilbúin að leggja hjálparhönd, taka á móti fólki og sinna þjónustu, þá tel ég að við í Reykjanesbæ séum frekar í kjöraðstöðu til að aðstoða önnur sveitarfélög. Önnur sveitarfélög og Útlendingastofnun verður og félagsmálaráðuneytið og þeir aðilar sem sjá þessi mál verða að horfa til annarra sveitarfélaga. Það er nefnilega mjög auðvelt að senda eða semja áfram við eða senda fólk á þessa staði þar sem þjónustusamningur er til staðar. Það er auðveldast. En það eru önnur sveitarfélög loksins tilbúin að taka á móti flóttafólki og þess vegna legg ég ofur áherslu á að okkar reynsla verði nýtt en að það verði opnar dyrnar fyrir önnur sveitarfélög og að það verði gerður samningu við fleiri sveitarfélög sem fyrst. Takk. Trausti Arngrímsson Geirsdal.
Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar, ég kem undir fundargerð velferðarráðs 9. mars síðastliðnum málum með 2 á dagskrá, atvinnuleitendum með skerta starfsgetu. Ég vona að bæjarráð taki vel í þetta erindi að skipa verður starfshópi til þess að skoða hvort Reykjanesbær getur aukið samvinnu við Vinnumálastofnun vegna einstaklinga með skerta starfsgetu. Bara vegna þess að einstaklingar með skerta starfsgetu er mjög viðkvæmur hópur sem mikilvægt er að koma í virkni. Aðilar sem tilheyra þessum hópi þrá ekkert annað en að tilheyra samfélaginu og hvetji fyrirtæki á svæðinu sem hafa tök á því að ráða einstaklinga með skerta starfsgetu. Takk fyrir þetta, Trausti. Bæjarstjóri Geirsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er alveg hárrétt sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders sagði hér áðan og kemur fram í ályktuninni sem að bæjarstjórn samþykkti hér rétt áðan 11.0. þar sem segir bæjarstjórn hvetur önnur sveitarfélög á Íslandi, með leyfi forseta, bæjarstjórn hvetur önnur sveitarfélög á Íslandi til að gera slíkt hið sama og lýsir yfir vilja til að deila reynslu sinni og veita þeim faglegan stuðning við uppbyggingu þjónustunnar. Þetta höfum við verið að bjóða undanfarin ár að gera en einhverju hluta vegna ekki verið þegið í þeim mæli sem að við hefum kannski talið að væri eðlilegt að gera. Það er að segja að Reykjanesbær er á meðal eins og hér hefur komið fram 3 sveitarfélaga sem að hafa veitt hælisleitendum eða umsækjendum alþjóðlega vernd skjól á meðan að þeirra máli eru í athugun. Og við höfum orðið mjög góða reynslu og höfum margboðið það að aðstoða önnur sveitarfélög og Útlendingastofnun, miðla okkar reynslu og það hefur ekki verið þegið í þeim mæli sem við hefum svona kannski reiknað með. En enn og aftur við erum að bjóða það hér eina fyrir enn og lýsa því þá yfir og við sjáum hvað verður með það. Varðandi fólk með skerta starfsgetu þá vil ég líka upplýsa bæjarstjórn það að á fundi sem að ég sótti síðastliðinn föstudag hjá samtökum atvinnurekenda á Reykjanesi, SAR, þá í samtali mínu við formann samtakana, Guðmund Pétursson, ákváðum við að föstudaginn 8. apríl næstkomandi myndi Reykjanesbær bjóða þessum ágætu samtökum að halda eitt slíkan fund hér í þessum sal Merkines í Hljómahöll til þess að fara yfir 2 mál og hvetja atvinnurekendur á Reykjanesi aðra en opinbera til þess að gefa þeim báðum gaum þessum 2 málum. Það er annars vegar að ráða fólk með skerta starfsgetu í meiri mæli en verið er að gera núna. Og við höfum þegar hafið undirbúning að okkar framlagi á þeim fundi í samvinnu við Vinnumálastofnun og hins vegar samstarf í anda þess sem að bæði fyrirtæki og atvinnulíf á Akureyri og í Kópavogi hafa gert við Festu sem er félag um samfélagslega ábyrgð að taka höndum saman að minnka kolefnisspor samfélagsins. Þessi 2 málefni ætlum við að ræða á fundi í þessu sal á svona SAR-fundi föstudaginn 8. apríl og ég vonast til þess að með þessu getum við fengið atvinnulíf hér á svæðinu til liðs okkur í þessum brýnu málum báðum. Díana Hilmarsdóttir Geirsson. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Guðni Birnu fyrir góða yfirferð á fundargerð velferðarráðs og taka heilshugar undir orð þeirra sem hafa tjáð sig undir fundargerðinni. Mig langar að koma upp undir máli 9 í fundargerð sem er fundargerð öldungaráðs frá 24. febrúar síðastliðnum. En undir fyrsta máli komu Janus og Anna Sigríður frá Janusi heilsueflingu og fóru yfir fjölþætta heilsueflingu 65 ára og eldri í Reykjanesbæ.
En Janusarverkefninu lýkur í byrjun september á næsta ári ef ekki verður tekin ákvörðun annað. Það var mjög gaman og fróðlegt að fá Janus inn á fund hjá ráðinu. Hann er hafsjóra, fróðleik og visku og maður fann það hvað hann virkilega brennur fyrir heilsueflingu eldri borgara. Það fjármagn sem sett er í til dæmis Janusarverkefni skila sér ekki eingöngu til notanda, heldur einnig til bæði heilbrigðiskerfisins sem og velferðarkerfisins og því tel ég mjög mikilvægt að ríkið setji fjármagn inn í þetta verkefni til þeirra sveitarfélaga sem hafa áhuga að taka þátt í því. Það er vel hægt að útfæra fjölþætta heilsueflingu á þann hátt að allir græði á því. Notendur, heilbrigðiskerfið, velferðarkerfið og sveitarfélagin. Við fengum að vita sjokkandi staðreynd frá hann í Janusi en það er hve lítil framlög á málaflokknum heilbrigðismál fara til heilsueflandi forvarna. Það er heilt 1,6% sem að fer í forvarnaleðina. Og ég átti ekki til orð. 98,4% fari í hjúkrunarleiðina. Hann sagði að ef eingöngu 1% yrði bætt við í forvarnarleiðina að þá væri hægt að lyfta grettistaki. Pæli í því, 1% aukning sem myndi lyfta grettistaki. Og í mínum einfalda huga þá er það bara no-brainer. Janus sagði að frá árinu 2003 þá var hann búinn að hitta alla heilbrigðisráðherra og hún var að verða ágengt árið 2016, 13 árum síðar. En þá varð upphlaup í ríkisstjórninni og allt fór á núllpunkt aftur því miður. Fjölþætt heilsuefling á að vera samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga, þar sem að niðurstaðan er ávinningur, sama hvernig á það er litið. Það er bara þannig. Og ég hef trú á því að Janusarverkefni sé ekki að fara að leggjast niður hér í Reykjanesbæ. Öldungaráð var sammála að verkefnið sé gríðarlega mikilvægt. Það hefur sýnt svo að sanna að það hefur skilað miklum árangri fyrir þáttakendur, líkamlega, andlega og félagslega. Og ráðið ítrykkaði því mikilvægi þess að verkefni fái áfram hljómgrunn og að það verði gert ráð fyrir því fjárhagsáætlun næstu bæjarstjórnar. Og bara svona ykkur til upplýsinga þá samkvæmt Hagstofunni munu á næstu 30 árum fjöldi Íslendinga 70 ára eldri tvöfaldast og verða 25% þjóðarinnar. Og það er því mikilvægt að þessi hlúð vel að heilsu þessa hóps bæði andlegri og líkamlegri. Mál 2 snýr að aðgengismálum. Guðlaug Lúis menningarfulltrúi kom að kynnti hugmynd að uppsetningu á lyftu í Bryggjuhúsi Dús og Safnahúsa sem mun stórbæta aðgengi að sýningum á efri hæðum hússins. Það er svokallaða pallalyftu að ræða og uppsetning hennar krefst ekki breytinga á húsinu. Og það væri mjög gaman ef sú lyfta geti verið vígð á ljósanótt ef ekki fyrr. Einnig kynnti Ása Eyjólfsdóttir, forstöðumaður stuðnings- og öldrunarþjónustu fyrirhugaðar breytingar á anddyri þjónustumiðstöðvarinnar á Nesvöllum sem mun bæta aðgengi þar til muna. Öldungaráð lýsir yfir mikilli ánægju með þessi verkefni sem munu bæta aðgengi eldri borgara sem og annarra að þessum stofnunum. Og undir máli 3 þá kom Íris Dröfn Björnsdóttir frá HSS og kynnti heilsuvernd eldra fólks 65 ára og eldri sem hefur verið í þróunarstofnuninni frá ársbyrjun 2021 en ég kom einmitt inn á það undir fundargerð lýðheilsuráð hér áðan. Heilsuvernd aldrara auðveldar aðgengi að heilbrigðisþjónustu, styður eldra fólk til að efla og viðhalda andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði og finna úrræði sem stuðla að því að fólk geti búið heima sem lengst. Öldungaráð fagnar þessu frumkvæði HSS að heilsuvernd eldra fólks og telur mikilvægt að þjónustan fái að þróast og eflast áfram. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvart sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð velferðarráðs eru beðin um að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er bara komið að leiðarlokum á þessum fundi og við erum búin að tæma dagskrá og við munum síðan ganga frá fundargerð sem að verður samþykkt rafrænt að venju og ég segi því 628. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með sliti.